Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 25 af þessu hlaðvarpi. Það nú orðir ágætlega margir þættir þá. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað allt annað en ég hef verið að fjalla í síðustu þáttum. Það hefur verið eiginlegt þema þessa þátta að tala ekki bara beint á íslensku, heldur líka að tala hluti sem að eru eitthvað sem að skiptir þig máli sem ert að hlusta, sem að það að læra þetta tungumál betur. Ef þessir þættir væru of léttir fyrir þig, þá hefur þú farið að leita að öðru erfiðara efni og ef þú nennir að hlusta á eitthvað eins og þetta, þá hlýtur þú að vera að reyna að bæta þig og þess vegna hef ég fjallað svona mikið það. En nú datt mér í hug að fjalla eitthvað sem að ég hef ekki pælt mikið í eða fjallað mikið áður og það einfaldlega söngvakeppnin sem að á ensku myndi þýðast sem Song Contest og söngvakeppnin þá að sjálfsögðu söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva eða The Eurovision Song Contest. Ástæðan fyrir því að mér dettur í hug að tala þetta núna vegna þess að undankeppni söngvakeppninnar að byrja þessar mundir. Fyrir þau sem ekki vita hvað þetta yfir höfuð, þá þetta eins konar söngvakeppni, lagakeppni sem að á sér stað innan Evrópu, þar sem að hvert land sem tekur þátt í keppninni sendir sitt framlag, its contribution, til að keppa í söngvakeppninni og reyna að, sigra keppnina með besta laginu. Þessi keppni búin að vera í svona fun fact, trivia, þekkingarflokki fólks utan úr Evrópu. Það ekkert of langt síðan að þetta varð þekktara fyrir utan Evrópu og var yfirleitt talað í svona did you know that samræðum til dæmis Bandaríkjamanna. Þetta var kannski fyrst að verða mjög þekkt fyrir utan Evrópu, þar að segja, eftir að Will Ferrell gaf út bíómynd sem að kom út árið 2020 þegar enginn komst út úr húsi Eurovision. Það sem að Will Ferrell þá og Rachel McAdams keppa í Eurovision reyndar fyrir hönd Íslands og myndin gerist að stórum hluta til á Íslandi. Ég held meira að segja að myndin hafi fengið Óskars tilnefningu fyrir lagið Húsavík sem heimabær þeirra í myndinni. En þar í þessari mynd birt einhvers konar skrítin karikatúra af því hvernig svona sjónvarpshæfileika keppnir geta farið fram eins og American Idol eða X Factor eða America's Got Talent og svo framvegis. Og myndin ekkert of ýkt. Þessi viðburður mjög ýktur í alla staði. Hann mjög skrítinn og eins konar nútíma birtingarmynd af miðalda konseptinu karneval, þar sem við allt í einu förum að geta haldið upp á hvað sem og sett mjög skrítna hluti á svið. En þessi keppni hefur sett það stóran svip á þróun menningarsögunar síðan að hún byrjaði, að það var næstum því til
tónlistarflokkur sem að er lög sem að hljóma eins og það gæti verið í Eurovision, sem að fékk titilinn Europop. Þannig að ef eitthvað lag er Europop þá er það eins og það sé gert fyrir þessa keppni. Til að segja aðeins frá keppninni, þá er hún haldin í allra fyrsta skipti 1951, en síðan 1956 hefur hún verið haldin á hverju ári. Mig minnir að hún hafi verið sett á laggirnar til þess að auka tengsl milli Evrópuríkja eftir seinni heimsstyrjöld og líka til þess að sannreyna fjarskiptabúnað á milli landa, þar sem að hvert land útvarpaði sínu lagi til restinnar af Evrópu frá sínu landi. Ég held að í fyrsta skipti sem að keppnin var haldin það var það eitthvað katastrófískt varðandi svissneska lagið sem að þurfti þá að vera endurtekið, sem er yfirleitt eitthvað sem að gerist aldrei í keppninni. Það eru einhverjir nördar sem að geta þulið upp öll þau svona 4 skipti eða eitthvað sem að það hefur þurft að endurtaka lag eða flutning í keppninni. En það er að sjálfsögðu þá í útvarpi og svo fer þetta í sjónvarp líka og er þá einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins í heiminum hvað varðar áhorf eða fjölda áhorfanda. Í dag er það orðið þannig að það land sem að vinnur keppnina mun halda keppnina árið eftir. Þannig að eins og í fyrra þá var keppnin haldin í Malmö í Svíþjóð og sigurvegarinn var frá Sviss, það er að segja svissneska lagið vann og þess vegna verður það haldið núna í Sviss, í Basel. En af hverju skiptir þessi keppni Íslendinga svona miklu máli? Því það eru alls ekki allir í Evrópu svona uppteknir af einhverjum svona skrýtnum glamúr viðburði eins og Eurovision er. Þegar þessi keppni byrjar þá er ekkert margt annað í gangi sem að er jafn áhugavert og þetta. Hugsa þú þér hvað eru margar útvarpsstöðvar til í þínu landi árið 1956. Ef þú ert frá Bandaríkjunum, reynda að sjá fyrir þér ef að þú værir frá Serbíu, sem að hét ekki einu sinni Serbía þá, sem var Júgóslavía. Hvað eru margar útvarpsstöðvar eða sjónvarpsstöðvar til á þeim tíma? Þú hafðir ekki mikið að velja. Þannig að þegar að 10, 15, 20 lönd eru að keppa hver á besta lagið, þá er þetta ágætlega áhugaverðir hlutur. Og svo breytist flóran aðeins. Fleiri útvarpsstöðvar verða til, fleiri sjónvarpsstöðvar verða til, samkeppnin verður meiri og áhugin á Eurovision dvínar. Og hugsaði svo Ísland 1986. Við erum búin að vera sjálfstæð þjóð í rúm 40 ár. Við erum ennþá smá ríki á stóru korti. Við erum búin að vera með ríkis sjónvarpið alla okkar ævi og eingöngu með ríkis sjónvarpið. Og stöð 2, fyrsta stöðin, það er að segja sjónvarpsstöðin sem að er ekki ríkissjónvarpið, fer í loftið 1986. Það er sama ár og er sett upp eftir Eurovision keppnina. Það er engin bein tenging þess á milli, en pointið er þá að við erum bara búin að vera með aðgang að ríkissjónvarpinu allan þennan tíma. Og við fáum að taka þátt. Ísland sendir sitt framlag í keppnina og lagið þykir ótrúlega gott. Við höfðum lagt meiri metnað í forkeppnina fyrir þessa keppni heldur en við höfðum nokkuð tíma gert í íslenskri sjónvarpssögu. Og okkur þótti engin annar möguleiki standa til
en að við myndum vinna keppnina og það hefur verið saga sem hefur endurtekið sig margoft síðan þá. Fyrsta lagið okkar sem við sendum út var Gleðibankinn, would be translated as Bank of Joy, en lagið vann jú alls ekki, heldur lendi það í 16. sæti. Það hljómar ekki of slæmt fyrir en við teljum löndin sem tóku þátt og þau voru 20 talsins. Þannig að við lendum í 16. sæti af 20. Nokkuð gott fyrir einhvert sem að koma inn í keppnina í fyrsta skipti, en í stóru myndinni erum við í neðstu sætunum. Við höfum tekið þátt á hverju ári sem við höfum getað keppt. Það einu sinni sem að þurfti að hætta við keppni og það var 2020. Þar sem að Ísland reyndar sendi inn lag þar sem að allir höfðu spáð því að Ísland myndi vinna vegna þess hversu sterkt lagið okkar var það ár. En það var lag sem að hafði þá náð að slá í gegn á TikTok þegar allir voru á TikTok og þetta var líklega mest spilaða Eurovision lag í mjög langan tíma ef við teljum TikTok spilanir með. Þannig að það var að detta í að vera 40 ár eða 40 skipti sem við höfum tekið þátt. Til þess að hafa þennan þátt ekki aðeins of langan, þá fer ég að nefna kannski hvernig þessi forkeppni fer fram á Íslandi. Flest öll lönd sem að keppa í söngvakeppninni, þau eru með sína eigin forkeppni innan síns lands. Keppnin fer þá annarkvort fram með eins konar sniði og sjálf söngvakeppni Evrópsku sjónvarpsstöðva, eins og sjálft Eurovision, þar sem að það er stór sjónvarpsviðburður þar sem að fólk velur sigurlag í gegnum símakosningu. En þó eru sum lönd sem að eru hreinlega með dómnefnd sem að metur þau lög sem að eru send inn til keppninar til að vera metið það hvort að þau gætu tekið þátt í annarkvort forkeppninni eða hreinlega að vera bara valið í gegn og fara beint í söngvakeppnina. Á Íslandi gerum við það þannig að eiginlega hver sem getur samið lag og sendt inn í keppnina til að vera metið það hvort að það sé til þess hæft að koma fram í forkeppni. Pre-competition, or what would be called as preliminaries. Í forkeppninni eru lögin flutt í beinni útsendingu í nokkuð stórum sjónvarpsviðburði sem að haldinn tiltölulega snemma á nýju ári. Nú erum við í byrjun febrúar og þessi keppni að hefjast. Og þar eru nokkur lög flutt á hverju undankvöldi. Það hefur verið misjafnt á milli ára hvort að við séum með 2 undankvöld eða 3 með allt frá 8 og upp í 15 lög sem að keppast að komast á úrslitakvöld. Þá eru einhver fáein lög frá hverju undankvöldi valin eða kosin áfram á úrslit og á loka úrslita viðburðinum koma öll þessi lög fram, allir þessir listamenn og flytja sitt lag og þjóðin kýs svo hvert lagið sem að mun fara áfram. Það þýðir eiginlega ekki að fara í betri og nánari skýringu á þessu því að það eins og það sé á hverju ári sem að þau breyta einhverjum smáatriðum vegna þess hvernig fór árið áður. Sum ár taka þau upp á því að vera með auka lag sem valið upp úr undankeppninni sem að þótti það sterkt að það átti heima á úrslitakvöldi, það sem þau kalla wildcard, og stundum dómnefnd valin til þess að eiga einhvers konar hlut í því hvernig lögin eru valin sem að komast áfram í keppnina.
Þannig að það er ekki 100% lýðræði þar sem að þjóðin kýsitt lag, heldur eru einhverjir útvaldir aðilar sem að fá að meta það með þyngri atkvæðum, hverjir fá að komast áfram. En þetta virðist vera að breytast frá ári til árs. Það er alveg nokkur atriði í viðbót sem að væri hægt að nefna í öðrum þætti. Og núna er ég að nefna orðaforða sem að ég hef ekki verið að nota mjög mikið áður þegar ég er að tala um þetta sértækan hlut. Þannig að kannski búum við til litla seríu úr þessu. Að ég haldi þá kannski áfram aðeins að tala um Eurovision í næsta þætti. Mér þykir það allavega aðeins líklegt. Ég ætla þá ekki að hafa þannig þátt lengri í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.